Mér finnst þetta svo gaman. Krakkar, mér finnst þetta vera svo ógeðslega skemmtilegt og svo gaman og mér finnst svo fyndið ef maður pælir í stjörnuspeki. Ok. Ég er að fara að segja það. Ég er að fara að tala um stjörnuspeki. Erum við í sjokki? Já. Hefur Ólafur áhuga á stjörnuspeki? Hvað er að gerast hérna, skilji? Veit ekki. Ég veit það ekki, sko. Þetta kemur mér alveg mikið óvart. Allavega. Ok. Það er svo mikið í bara mínu korti og núna ætlum ég bara að segja án þess að þið endilega skiljið hvað ég er að tala um. Ok, ég er rosa mikill vatnsberi en ég er með Merkúríus í fiskum og ég er með Mars í fiskum. Merkúríus og Mars bæði í fiskum. Fiskar eru svolítið svona hérna uppi as in fantasíur, svolítið svona spiritual dæmi. Fiskarnir snúast að vera tengdir öllu og fiskarnir eru svolítið ruglandi merki út af því að erkitýpa fisksins og orka fisksins og Neptúnusar er ekki úr þessum heimi í rauninni. Hún er svo ógeðslega tengd öllu að það meikar ekki sens, hún skilur ekki alveg jörðina og allt þetta efnislega á jörðinni. Þannig að þetta eru bara mjög rugglingsleg merki. En það sem ég ætla að segja er, ég á pínu erfitt með, og ég hef fundið og ég veit þetta alveg, og ég á erfitt með þetta. Ég á erfitt með þegar svona spiritual dæmi til dæmis fer ógeðslega hátt upp að þetta týnir mér, skilur. Ég er bara svona, ok, eigum við samt aðeins ráða okkur. Eða þú veist, ég kannski trúi svona eitthvað svona, ég myndi aldrei þora að segja að ég trúi á fyrir líf og eitthvað. Eða þú veist, ég er rosa mikið bara svona, jú, ég gera það víst. Skilji, ég er svona að píra að fela mig. Og ég á svolítið erfitt með líka, miðað við hvað ég hugsa mikið. Bara vá, þetta er svo frábært og mér langar svo mikið að láta alla vita hvað ég elska þetta mikið og bara svona ókunnuga og bara allt, skiljið. Mér langar að vera bara, þetta er svo frábært og bara væmnin í rauninni. Er þetta bara væmni? Ábyrgð með hana. Sem meikar sens út því ég fastbyrð, þeir geta verið svolítið aftengdir og líka út af því Merkúríus sem er tjáningaplanetan er bókstaflega 0 gráður í fiskum. Bara þetta var að koma yfir. Bara þetta glænýtt. Þetta er ekki eins og Marsin minn, hann er 24 gráður eða eitthvað, 25. Og það er svona, ok, þú veist, ég er alveg búin að vera í fiskunum í smá tíma, ég skil væpið. Merkúríusin minn var að mæta. Þegar ég fættist, hann var bara, what the fuck, hvað er þetta, skiljið? Þannig ég er eitthvað svona, já, við erum að læra þetta. Ég er að læra þetta. Merkúríus minn er að læra þetta með mér samt. Fattið þið hvað ég meina? Hann veit ekkert meira en ég og getur ekki kennt mér það. Heldur er að hann að læra þetta með mér og þess vegna finnst mér þetta heldur svona erfitt. Og svo er ég með norðurnóðina mína í Ljóni í 12. húsi. Mér finnst þetta svo fyndið ef maður veit ekki hvað ég er að tala um þá ertu bara en þú veist hvað ég er að tala um og þú veist hversu orð sem ég var að segja þýða tengingarnar á milli, þá skilur þú nákvæmlega hvað ég meina. Norðurnóðin mín, það sem er nýtt, er í Ljóni sem vill svona skapa og tjá sig og vera til. Það er nýtt fyrir mér. Í 12. húsi. 12. hús er fiskahúsið. Þannig að þetta er bókstaflega nýtt fyrir mér. Guys.
Þetta er svo magnað. Hverjum degi, hverjum einstu degi, það er maður bara. Svo var Daisy líka að segja núna að tunglið er það sem lætur okkur líða vel, en sólin er það sem við erum. Og hún tók dæmi með sig og mömmu sína. Mamminar er með tungl í Meyju, þannig að henni líður vel þegar það er allt hreint í kringu svona, þannig að hún, þú veist, tekur til og þrífur og hún vill vera svona of service pínu og þannig líður henni vel. En Daisy er Meyja, þannig að þú veist, hún er bara, já, ég er svona, ég er bara hrein. Ekkert endilega, þú veist, en eins og ef þú ert með, segjum þú sést með tungl í ljóni, þá líður þér vel að tjá þig og þér líður vel að hrósa og fá hrós og gefa af þér og eitthvað svona, þannig líður þér vel. En ef þú ert ljón, það ertu bara, þú ert að hrósa, þú ert að fá hrós, skilurðu. Já, þér líður vel, en það er bara svona, það er bara þú, það er bara hver þú ert. Hvað er ég að meina?